Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófann er komin framkvæmdastjóri Eims, Snæbjörn Sigurðarsson. Hjartanlega velkomin. Já, takk, gott að vera komin. Þið eruð að fara af stað með spennandi hugmyndasamkeppni í tengslu við nýtingu jarðvarma. Segðu okkur aðeins frá því. Já, við erum að fara í gang með samkeppni sem heitir Gerum okkur mat úr jarðhitanum og gengur einmitt út á það að finna nýjar hugmyndir og jafnvel bara verkefni sem eru komin á stað þar sem að matvæla framleiðsla þar sem að tengist jarðhita með einum öðrum hætti er svona getur komið inn í þessa samkeppni. Geturðu nefnt eitthvað svona dæmi hugmynd? Við eigum náttúrulega langa sögu hér á þessu svæði. Það er Garðræktarfélagið í Reykjahverfi búið að vera að þessu í meira en 100 ár. Já. Í grænmetinu á Hveravöllum, svo hér í kring fjölmörg verkefni þar sem menn er að nýta jarðhitann í alls konar matvælaframleiðslu og svo erum við farnir að nálgast þetta svolítið kannski með nýju sjónarhorni eins og wasabi framleiðslan hérna fyrir austan. Já, þú veist aðeins meira það. Segðu okkur aðeins hvernig það gengur. Það eru tveir ungir frumkvöðlar þar sem að fengu þessa hugmynda að hvort það væri ekki hægt að nýta jarðhitann hér, eða hitann þarna fyrir austan, til þess að búa til verðmæta vöru. Og wasabiið þetta er mjög dýrt, svona dýr var í rauninni, dýrt grammið. Og þeir létu þetta fara á stað og þeim hefur tekist að koma þessu verkefni að stað og eru alltaf að eflast bara í sínu, þannig að... Þetta er svo spennandi því að maður held kannski að maður væri alltaf að borða wasabi með súsíinu sínu, en svo er það ekkert alltaf þannig. Stundum með bara að borða, hvað heitir rótin? Piparrót. Einhver piparrót með sinnepi og matalit. Og matalit, sko, já. Það heldur við að sé wasabi, en það er víst ekki alveg þannig. Nei, mér skilst að þetta sé einmitt út af því hvað wasabiið er dýrt og erfitt að nálgast að stundum að þá fara menn í aðra leiðir en Og heldur þið að selja þetta hérna á innanlandsmarkaði eða eru þið að flytja þetta út? Þeir eru allavega með þetta á innanlandsmarkaði. Ég fekk með sínustund að því í gær, bara hérna niður í hofið, þannig að... Og smakkaðist vel? Já, svolítið sterkt. Það tekur aðeins í, sko. En til þess er það gert, sko. Já. Og það er einmitt spurning, gæti þessi hugmyndasamkeppni skilað, hvað við segja, öðrum hráefnum sem þarf í sushi-gerðina? Geta menn farið í hrísgrjónin í Eldfjallasandinum eins og gert í Asíu? Þú segir nokkuð. Og engiferrótin. Já, hvað skilur allir hún þurfi? Kannski bara svipað á gulrót? Maður veit það ekki. Geti verið. Það þarf að kanna þetta. Já, og gulrætur eru ræktaðar hérna hjá Akurseli í heitum sandi þar. Þannig að aðstæðurnar virðast vera fyrir hendi, þannig að bara spurning geta menn nýttar til þess að. Og segjum sem svo að einhver fái nú frábæra hugmynd. Þarf hann þá að vera búsettur nálægt heitu vatni? Eða myndi hann bara finna útvegið því heitt vatni? Hvernig virkar þetta? Svona í grunninn verið að horfa til þess hvernig getum við nýtt það sem er á staðnum. Já. En hugmyndin getur komið hvaðan sem er. Þó að fókusin sé á Norðausturland og jarðhitann sem er á þessu svæði hérna, þá komu góðar hugmyndir í síðustu samkeppni sem var lághitavatnið og Vaðlaheiðargöngin. Þá komu góðar hugmyndir frá aðilum sem ekkert inn á svæðinu en væri hægt að nýta hér, sko. Já. Þannig að það ekkert skilyrði að menn búi hérna en við svona vonumst til þess að hugmyndirnar búi í rauninni til verðmætin hér og nýti betur auðlindirnar og þessar strauma sem eru hér, sko. Já. Og Eimur með svolítið breytt starfssvæði? Já, Eimur sko í grunninn Eimur þetta er félag og því ætlað að stuðla að nýsköpun, rannsóknum og fræðslu sjálfbæra orkugjafa. Og þetta er nýtt, tiltölulega nýtt fyrirtæki? Tiltölulega nýtt, þetta er bara núna verða 2 ára mitt þetta ár. Og einmitt Albertína Friðbjörg var með þetta til að byrja með og Og fór svo á þing? Svo fór hún á þing og gott að hafa hana þar. Hún var með okkur í gær eftir hún gekk út í fússi af Já. Fór bara til þín og fekk sér wasabi? Heyrðu, já, hún fór og fekk sér eitthvað gott að borða og reddi málin. Já. En það er önnur umræða. Já, það er önnur umræða. En Eimur sem sagt teygir sig alveg yfir svolítið svæði á Norðausturlandi? Já, alveg frá Siglufirði í vestri og austur og Bakkafjörð sem í rauninni starfsvæði atvinnuþróunarfélagana sem að eru hluti af bakhjörlum Eims, sko. Já, og svo eru fleiri bakhjarlar? Já, Eyþing sem sem sagt samvinna þessara atvinnuþróunarfélaga er einn af stofnaðilum Eims ásamt Norðurorku, Orkuveiti Húsavíkur og Landsvirkjun. Og þessir aðilar leggja Eimi til fjármagn til þess að standa í þessum verkefnum. Þetta og búið að tryggja
fjármögnun núna fram á mitt næsta ár og þannig að það skiptir máli að koma þessu vel af stað og einmitt fá nýju hugmyndirnar, fræða fólk líka hér. Það er eitt af því sem Eimur á að gera, líka að minna menn á að þessi verðmæti ekkert sjálfsögð. Þannig að nú ert þú sko í vinnunni að fræða einmitt áhorfendur. Og erum í samvinnum við fleiri, við auglýsingastofur og mikið við Háskólann hérna á Akureyri. Það eru mörg verkefni þar svona í pípunum sem að vonandi skila svona, sýnilegum árangri þegar líður á árið. Þannig kynning og fræðsla og svo þessi hugmyndasamkeppni, þannig að þar koma svona konkrét verkefni. Er ykkur fleiri svona konkrét verkefni í gangi eða er þetta bara svona að fara í gang? Það er náttúrulega sigurhugmyndin úr Vaðlaheiða samkeppninni. Hún fékk byrjundu báða vengi og var stofnað sérstakt undirbúningsfélag með Norðurorku og Íslenskum verðbréfum. Aðeins að rifja upp fyrir áhorfendur að þetta var heita vatni sem að bunar úr Vaðlaheiðagöngunum? Já, það var... Eitthvað að nýta það, sem sagt? Það var svona megin þemað í þeirri samkeppni en almennt bara lághita vatn. Það er þetta vatn sem að nær ekki 150 gráðunum. Það er svona línan lághiti á háhiti, sko. Og vinningshugmyndin gekk út af það að búið til einhverja heita potta þarna í flæðamálinu, ekki sant? Mjög flott hugmynd, sko. Mjög flott. Heitir Svörtuloft. Og gengur einmitt út á það að búa til bæði potta þarna og jafnvel nýta hitann í gróðurframleiðslu. Þannig að hún býður upp á ýmsa möguleika með nýtingu ef að menn geta í rauninni komist að niðurstöðu með það að fara þessa leið. Já, það er ennþá svona verið að rannsaka og komast að einu og öðru. Þetta er ekkert farið í gang. Þetta er ekki farið í gang en mér skilst að það sé að vænta niðurstöðu bara núna næstu dögum. Þannig að maður er svolítið spenntur. Og þá er það bara þessi hugmyndasamkeppni sem er í gangi. Hvenær rennur frestur út til að senda inn hugmynd ef einhver er með einhverja? Fresturinn er til 15. maí og allar upplýsingar samkeppnina er inn á eimur.is og svo eru samstarfsaðili Nýsköpunarmiðstöð að þeir bjóða upp á bara ráðgjöf og aðstoð. Já, þeir eru til hús á Akureyri til dæmis. Til dæmis, sko, og ef að menn eru með einhverja hugmynd en viti ekki alveg svona hvernig. Já, það má leita til þeirra. Það má leita til þeirra. Já, frábært. Og svo eru sem sagt Íslensk verðbréf líka samstarfsaðili í þessu verkefni og Matarauður Íslands. Og við verðum svo með dómnefnd frá þessum aðilum ásamt einum fulltrúa frá Matís. Þannig að ég held að þetta sé svolítið svona góður hópur. Spennandi, svona samvinnuverkefni einmitt. Og matvæli, framleiðsla matvæla, þannig að það byrjaði að framleiða wasabi og við erum náttúrulega á fullu í allskyns ylrækt, en það er spurning hvað meira kviknar, hvort það kemur eitthvað enn nýtt. Rúgbrauðið, hverahrúgbrauðið, það er náttúrulega gott dæmi kannski? Það er mjög gott dæmi og svo ef þú setur svo reikna silung þar ofan á líka sem það er alveg banvæn blandar. Þannig að það eru ýmsir möguleika, það er fólk það bara aðeins að leggjast undir feld kannski og skilin hugmynd. Já, leggjast undir feld, setja höfuð í bleyti og allt sem að mönnum dettur í huga að gera svona til að fá góðar hugmyndir og bara koma þeim til okkar og Hvetjum alla til að taka þátt. En þá er bara tíminn okkar liðinn og takk kærlega fyrir komuna Snæbjörn og gangi ykkur vel. Kærar þakkir.